búið hérna alveg ótrúlega einfaldan forrétt. Ég er að fá 2 vini mína í heimsókn. Það er nú eiginlega lygi að kalla þetta eldamennsku, þar sem ég raunverulega bara raða saman nokkrum hráefnum á disk. Ég er hérna með góðan íslenskan reyktan lax sem ég ætla bara að leggja hérna á beð af fersku, þvegnu klettasalati. Og svo er ég hérna með ferskan líka. Ég ætla nú ekki að bera hann fram ferskan. Ég ætla að taka nokkra sneiðar og ætla að hleypa honum með sítrónusafa og smá ediki. Ég reyni nú að skera þetta eins þunnt og ég get. Það væri nú örugglega einhver sem er færari í því sem ég. En þetta er alveg nógu þunnt. Lax er náttúrulega alveg frábær fiskur að því leyti. Hann er vel feitur og ber sýrubragð alveg sérstaklega vel. Svona. Þessi var nú nokkuð flott hérna, þessi sneið. Það þarf alltaf svona, það er alltaf nokkra sneiða til að koma sér í form. Þá kemur þetta alltaf á endanum. Þá ætla ég bara að hræra inn í smá vínagrettu. Og það ætla ég að nota til að hleypa laxinum. Og hérna er bara smá edik, hvítvínsedik og sítrónu. Og þannig ætla ég bara að kreista hérna á ný. Og ég set svona hendina undir til að grípa steininn ef hann skildi koma. Svo ég taki bara aðeins meira sítrónusafa. Svona, hingað. Smá salt. Smá pipar. Svona. Og bara rétt að hræra þetta saman. Hói, ég er að gleyma einu. Olíu. Smá skvettu. Aðeins meira. Svona. Hrærum þetta saman. Þetta er súrt. Þetta á að vera súrt. Þetta er til að vega aðeins upp á móti fitun í laxinum. Og nú gerum við bara svona. Við setjum bara smá yfir hver einustu sneið. Og núna það sem gerist er að sýran í edikinu, í sítrónunni, mun byrja að hleypa próteinum í laxinum. Við getum nú bara tekið hann og raða hann hérna fallega upp á diskinn með hinum laxinum. Og svo er þetta að hugsa bara þannig að þegar Unnur og Bjössi koma, þau eru að koma í matinn núna eftir, þá geta þau bara hérna staðið á beit á meðan ég klára að gera aðalréttina. Og hérna er ég með nokkur bláber sem ég ætla bara að sáldra hérna yfir. Dreifa þeim yfir, nóg af bláberjum. Og svo tökum við hérna eitt rauðan chili sem ég ætla að skera niður eftir endilöngu. Svona. Svo náttúrulega alltaf smekksatriði hvort maður vilji hafa fræin með. En á mínu heimili þá fæ ég alltaf skammir ef ég er með matinn of sterkan. Þá segir Snædís við mig sem er kona mín, mundu að þú átt börn, ekki gleyma því. En börnin mín fíla alveg nokkuð vel sterkan mat, þannig að ég held að það sé bara að hugsa sjálfan sig. Tek ég restina hérna út. Banka þessu bara svona. Og nú ætla ég bara að saxa þetta smátt niður. Þó ekkert alveg, ég ætla ekki að saxa þetta alveg svona mikróskópist niður. Ég vil endilega sjáist að sé chili í réttinum. Hann á að vera þarna. Svona, þessi hérna voru fullstórir. Og nú kemur chili. Rétt til að draga upp hitann í réttinum. Og svo síðast en ekki síst smáræði af steinselju. Og rétt til að skreyta réttinn, ólíkir litir, ljómandi. Þessi réttur er bara tilbúinn, ofur einfaldur, reyktur, hleyptur lax á beði af klettasalati með chili og bláberjum og smá þessa steinselju. Það var bara tilbúið.
Ég ætla að gera alveg ótrúlega einfaldan eftirrétt. En það eru svona jarðarber og bláber með vanilu, jógúrt, rjóma, froðu. Þetta nú munnbiti bara að segja það, en uppskriftin er alveg ótrúlega einföld. Og hún bara eiginlega nákvæmlega eins og gefur í orðana hljóðan hérna. Þetta eru bara jarðarber sem ætla að skera hérna niður í fjórðunga. Svo blöndum við saman þessi bláber hérna eftir. Svo stráum við þetta smá sykur. Það bara rétt til að skerpa aðeins á ávaxtasætunni. Þannig verður þetta svona snefilnum ljúffengara en ef maður hefði sleppt í. Við erum nú ekki mörg hérna núna. Ég með 2 gestir sem að koma til mín. Þannig að ég þarf nú ekki að skera neinn hafsjó af berjum. Það nú kannski ágætt að smakka þetta hérna líka. Þetta alveg ljómandi gott. Og hérna með bara skála bláberjum. Við ætla bara að blanda þessu saman við. Og við ætla bara að setja þetta eins og rúma teskið af sykri eða eitthvað svoleiðis. Og ætla að hræra þetta saman. Svo látum við þetta standa í smá stund á meðan ég útbý rjómafróðuna. Og þetta bara ósköp venjuleg íslensk vanilujógúrt sem ég ætla að ausa hérna á ný. Svona. Það má nú ekki setja mikið meira en hálfan lítur í þetta. Og þá ætla ég að setja rétt til að skerpa á þessu smá sykur og svo með rjóma. Þetta á að vera svona helmingur og helmingur. Svona. Svo hérna með nokkra vanilustangir en ég ætla bara rétt að taka fræin úr helmingnum af einni svona. Og svo sköfum við þetta bara út. Þið sjáu hérna þessi litlu dásenda fræ og komið þeim bara hérna á ný. Og nú ætla ég bara að setja lokið á þetta. Skrúum þetta vel þétt. Og svo ætla ég að hrista þetta núna bara rétt til að blanda þetta. Svona, svona, nú þetta blandað. Og nú heyrið þið að það sem inn í hylkinu komið onni í sprautun okkar. Og þá bara að smakka þetta aðeins, sjá að þetta hafi komið ágætlega út. Ég ætla bara að raða hérna nokkrum berjum í skáluna, rétt til að sjá til að þetta hafi virkað. Og svo núna. Og nú slum við bara varlega sprauta hérna smá froðu ljómandi. Og þá ekkert annað eftir og til þess maður að þessu, það að smakka. Næ upp eitt bláber, eitt jarðarber, nóg af froðu. Stundum kemur mér sjálfum á óvart. Ég má nú ekki klára þetta allt saman. Ég verð að útbúa restina fyrir gestina. Ég með smá blómkál, smá spergilkál og gulrætur. Og þetta ætla ég að láta í pottinn sem með heilmiklu vatni í. Ég ætla að salta það ríkulega og svo skvera þess út í. Þetta verður forsóðið kannski 6 mínútur, 5-6 mínútur, það ekki 100 í hettunni. Þetta bara rétt til þess að opna grænmetið því ég ætla síðan að setja það í ofnskúffu. Sé með hérna. Aðeins sleif hérna. Rétt að róta í þessu. Flott. Svona. Og í þessa skúffu ætla ég að setja, sko ekki dálítið, alveg heilmikið af hvítlauksolíu. Svona. Og með grænmetinu mínu ætla ég að setja lauk. Ég ætla bara rétt að skera hann mjög gróflega niður í báta. Tyllum við hérna. 1 lauk viðbútt. Sama skapi mjög gróflega niður. Og ég með nokkra sveppi hérna. Sama hér, mjög gróflega niður. Og nú dreifum við þessu bara aðeins Og aðeins meiri olíu. Það aldrei nóg af hvítlauksolíu.
og ég ætla bara að veiða grænmetið mitt upp úr pottinum. Þetta er náttúrulega grænmetið sem myndi duga fyrir svona 10 manns. Ég er með 2 gesti. Sko, þetta hérna myndi sóma sér alveg ótrúlega vel sem svona pitti panna eða eitthvað daginn eftir, að verma þetta bara upp með olíunni og eins og alltaf salt og pipar. Og núna fer þetta inn í ofn, 180 gráðu forhitaðan ofn í svona 3 korter og þá er þetta alveg dásamlegt. Næsta skref er að undirbúa sósuna og ég ætla að gera bernesósu og þá verður maður að vera með bernes essence og það er auðveldar en margur heldur að gera sinn eigin bernes essence. Flestir halda að þessi bara eitthvað sem maður kaupir út úr búð en það er lyginni líka sko, þetta er einfalt. Þetta er bara hvítvínsedik og svo er hérna með ferskt fáfnisgras, ilmar af anís, skellum þessi nón í pottinn og svo er ég hérna með skarlottulauka. Það þarf ekkert að vanda sig við að skera þetta niður. Þetta á bara að gefa bragð. Ef maður er ekki með skarlottulauk, þá er ekkert að því að nota bara hvítan lauk. Og þetta ætla ég bara að skera gróflega niður. Svona. Það er allt í lagi að gera dálítið af bernes essence. Hann skemmist ekki neitt. Það má bara hella honum á flösku og geyma hann í staðinn fyrir að fara út í búð og kaupa hann. Ég þarf nokkuð piparkorn og þau sæki ég bara hérna. 10-20 stykki. Svona. Nú bara látum við suðuna koma upp. Þið sjáu það. Þetta er leikurinn. Þetta hérna er sko alvöru hnífur og það er ekkert launungamál að góður hnífur er mikilvægasta verkfærið í eldhúsinu og það skiptir alveg rosalega miklu máli að hirða vel hnífana sína og halda þeim beittum því að bitlaus hnífur, hann er stór hættulegur. Einu sinni var ég að monta með því hvað ég væri rosalega góður að skera og getið hvað gerist. Ég hjó hérna framan af nöglina á mér. Og ég ætla að segja ykkur frá öðru mjög mikilvægu verkfæri en það er stálið. Og það skiptir alveg rosalega miklu máli að stála hnífana sína mjög reglulega til að halda þeim í góðu formi. Því að ímyndið ykkur hnífsegg, einhvern veginn svona, að þegar þið notið hnífinn ykkar, þá sveigist eggin í eina eða aðra áttina. Og við að stála hnífinn, þá fáið þið hvassa egg aftur. Gerið eins og ég að fara reglulega með hnífan ykkar í brýningu til fagmanns eða þið fáið ykkur stein, farið með hann út í bílskúr og svo hamist alveg á fullu og fáið eggin ykkar aftur. Ég ætla að kaupa mér þennan hérna hníf. Jæja, þá eru gestir minni komnir og ég þarf að fara að vinda mér í aðalréttin en ég er með steik og bernes sem er náttúrulega algjör klassík. En á meðan ég er að því, þá ætla ég að gefa þeim forréttinn minn, laxinn sem ég gerði áðan og smá hvítvínsdreitil. Gjörðu þið svo vel. Lax og smá vín. Ekki fá okkur sæti? Jú. Núna er ég búinn að kynda vel undir grillpönnunni minni hérna. Þetta er bara sama regla þegar maður er að grilla úti. Maður á ekki að haft hendina lengur en í 5 sekúndur og þá ætti að vera tilbúið. Og ég ætla að byrja á aðeins að sinna kjötinu mínu hérna. Ég er með þessar ofboðslega fínu ribeye steikur. Og ég ætla rétt að byrja að undirbúa þær með því að hella smávegis af olíu á hverja einustu. Og svo ætla ég að pensla hérna yfir. Þannig að það er olíu á öllu yfirborðinu. Ég ætla ekki að vera að sulla neinni olíu á grillplötuna mína. Og eins og alltaf salta áður en maður setur á grillið. Og svo pipar. Og ég setja hann dálítið grófa stillingu. Þannig að maður sjái piparkornin. Svona. Og núna held ég að grillið mitt sé orðið tilbúið. Og þá er ekkert annað að gera en að bregða þessu á grillið. Svona. Svona.
og pensla hina hliðina líka. Það hefði ekki verið vitlaus hugmynd að gera þetta áðan, en svona bara lífið. Og sama hérna, salt, salt, salt og pipar að sjálfsögðu. Og kjöt eins og þetta á ekkert að vera að pína í of miklum hita. Þetta er alveg thick steak. Ég myndi giska á hann svona 2,5–3 cm. Þá myndi ég segja að við ættum ekkert að elda þetta mikið lengur en kannski max 2,5 mínútur á hvorri hlið. Og kjöt á náttúrulega á maður að steikja eftir smekk. Og það er talað að það setji 3 tegundir af steikingu. Það er fyrst rare, og svo er það medium rare, og svo er það ruined. Þegar ég segir ruined, þannig er fólk þarna úti sem vil láta elda kjötið í gegn. En þá er bara hægt við að maður sé búinn að taka frá kjötinu bragðið. Og það verði bara eins og skósóli. Og þegar maður er með vör eins og þetta, dásamlega steikur, þá á maður að fara vel með þetta, sem maður á að sýna hráefninu sínu virðingu. Nú held ég að þetta sé bara tilbúið til að snúa þessu. Svona. Og ilmurinn sem kemur hérna frá grillinu er algjörlega frábær. Svona. Ástæðan fyrir með þessa klötu hérna, það er alveg ótrúlega mikilvægt að hvíla kjötið þegar búið er að steikja það. Það er ekki ofsögum sagt. Ef ég myndi taka þetta kjöt út núna og skera það beint, þá myndi ég tapa öllum safanum. Og nú ætla ég að gá hérna. Dásamlegt. Sjáu þetta. Svona. Og þessi. Og að lokum þessi. Ég held ég svíði þetta aðeins á endanum hérna líka. Svona. Og þetta sko tricks í eldhúsinu sko. Hérna. Nú má þetta kjöt fara inn í ofn og slaka á. Og ég ætla að útbúa sósuna. Svona. Og núna ætla ég að gera bernesósuna. Ég er búinn að hafa ræn á því að hita hérna smá vatn. Svona. Sem ég ætla að hita áfram að suðu. Því að ég ætla að gera þessa sósu undir vatnsbaði. Og hérna er með nokkur egg. Það er gott að ímynda sér að maður noti 1 egg á mann á móti svona 50 grömmum af smjöri. Það er ágæt regla. Og þá ætla ég að brjóta eggin. Ég ætla bara að nota rauðurnar. Svona. Og bernesósa er smjörsósa. Og hún er alveg ferlega ljúffeng. Þetta er eitt af frönskum móðusósunum. Margir eru hræddir við bernesósu vegna þess að ef maður pínir hana á of miklum hita þá er hætt við því að eggin skilji sig, að maður eldi eggin og fitan í smjörinu skilji sig frá. Þá ætla ég að kenna ykkur hérna nokkrar reglur hvernig maður á að forðast þessi mistök. Númer 1, maður lætur þetta vera undir lágum hita og gerir þetta í ró og næði. Og þessi hendi hérna, hún er á skálinni. Og ástæðan fyrir því er að ef skálinn verður of heitt, þá verður eggjunum líka of heitt. Og þá gerir maður eitt. Þá fer maður með skálina af hitanum og hrærir alveg eins og óðumaður til þess að hitinn fari frá eggjunum. Þið sáum mig áðan gera essensinn, hann er tilbúinn og hann bíður bara eftir því að vera bætt við sósuna. En það gerum við ekkert fyrir henni í lokin, bara rétt í blá endan þegar að smjörið er allt komið ofan í sósuna. Og núna tekur maður eftir því að eggin byrja að breytast aðeins, þau byrja að festa sig örlítið við kantana og þá er bara tímabært að byrja að setja smá þessa smjör ofan í og halda áfram að hræra og svo fylgist maður bara með. Smjörið bráðnar hægt og rólega, við hrærum stanslaust með, það er til þess að taka loft inn í sósuna og þannig eykst rúmmalið á henni. Og þegar þetta smjör er horfið inn í sósuna, þá er bara að sækja næsta og það er bara næsti skammtur. Svona. Og aftur á.
Maður má kannski segja það er ágætt maður að fá að vinna aðeins fyrir sósunni. Þú veist, 6 eggjarauður og hvað ætli sé með 300 grömm af smjöri. Þetta er einhverja kaloríur, sko. Þannig að það er ágætt að maður standi hérna og vinni fyrir laununum sínum. Meira smjör. Ég get sagt ykkur að því ástæðan fyrir ég hef smjörið kalt. Það eru nokkrar leiðir til að gera bearnaisósu. Það er bara gott byrjandatrykk því að maður kann ekki alveg á eggin, þá getur smjörið verið hana til að bjarga manni. Kalt smjörið dregur niður hitann í sósunni og tryggir, eða hjálpar að hún skilji sig ekki. Það er eitthvað búinn að nefna hvað ég hlakka til að borða þetta. Nú er sósan alveg að vera tilbúin og svo bara hellum við hérna yfir. Hnausþykk og falleg. Þá er bara lokaskrefið eftir. Það ná mér í essensinn til að fara varlega. Þetta er eins og gull, sko. Svona helli þessu saman við og nú þarf ég píski minn aftur. Hræri. Svona. Þá ætlum ég bara að sækja kjötið. Það ná mér í disk og þessar tangir og svona. Svona. Flott. Og þá man ég eftir smá fáfnisgras, rétt til að henda yfir sósuna, rétt í lokin, rétt til að lyfta bragðinu upp. Skreytum þetta hérna. Flott. Og nú held ég að það sé bara kominn tími til að njóta. Jóhanna mín myndi færa með diskinn. Svona. Já, ljómandi. Smá kjöt. Grænmeti. Svona. Og kannski smá spergilkál með þessu. Og sósa. Viltu ekki aðeins meira? Flott. Gjörðu svo vel. Skál. Takk fyrir góð boð.